Ráðherra og góðir gestir. Lengi vel þá hefur það verið að margir álítið það að náttúruvernd og landbúnaður væru ósamrýmanlegir þættir sem væru svona það bil á sitt hvorum enda skalans og þetta ætti enga samleið með hvort öðru. Ég held að jafnvel þá hafi þau sem eru umhverfismegin verið skæðari með þessa skoðun og oft hefur verið erfiðara að sannfæra þau að þetta séu ekki andstæð sjónarmið, heldur virki þau mjög vel saman og styðji hvort annað. Ég svo heppin að ég tilheyri báðum hópunum. Ég bóndi, ég umhverfisfræðingur, ég kennari við Landbúnaðarháskóla Íslands og ég auk þess fulltrúi landeigenda vegna friðlandsfugla í Andakíl. Fyrir utan alla hina hattana sem við höfum. Þetta svona í sveitinni, við höfum marga hatta. En eru þetta ósamrýmanleg sjónarmið? Þetta fór eitthvað upp. Ekki, svona. En eru þetta ósamrýmanleg sjónarmið? Í Andakíl þá þetta mjög góð sönnun þess að svo alls ekki. Mesta friðunin getur verið að það sé dagleg umgengni, land sé hirt og nýtt, fyrir utan að þeir sem eiga og nýta landið tryggja ákveðna verndun, svo sem að óviðkomandi séu ekki á ferð á svæðum sem þeir hafa ekkert erindi á. Þegar friðlandi fugla í Andakíl var komið á legg var það gert að frumkvæði heimamanna og hefur alla tíð verið mjög mikill vilji landeigenda til að styðja þetta og vinna að framgangi. Innan friðlandsins eitt stórt kúabú, það eru nokkur sauðfjárbú auk hrossabúa. Þar fyrir utan þá höfum við alls konar aðra starfsemi. Og í vinnu í tengslum við friðlandið hefur komið berlega í ljós hve áhugi bændanna mikill á umhverfinu og náttúrunni. Í sumum tilfellum höfðu landeigendur áhyggjur af að með stofnun friðlands ættu við á hættu að ferðamenn flæddu stjórnlaust svæðið með tilheyrandi áhrifum ekki bara fyrir búreksturinn, það ekki bara okkar sjónarmið, heldur ekki síður fyrir náttúruna. En einmitt vegna þessara formlegu stöðu sem að friðlandið hefur og auk verndaráætlunar sem núna verið að leggja lokahönd á, þá einmitt hægt að stýra umferð ferðamanna svæðið og ákveða hvaða svæði við viljum að fái frið fyrir umgengni á hverjum tíma. Það því ekki svo að bændurnir séu aðeins að hugsa eigin hag, heldur það í flestum tilfellum þannig að hagsmunir þeirra og náttúrunnar fara saman. Á Hvanneyri eitt stærsti viðkomustaður blesgæsa hérlendis, á leið þeirra frá vetrarstöðunum á Bretlandseyjum og Írlandi til varpstöðuna á vesturströnd Grænlands. Þarna inni í þéttbýliskjarnanum á Hvanneyri, það sem á þeim tíma þegar gæsirnar koma, dvelja svona 1500 manns, þarna varpa blesgæsirnar algjörlega sallarólegar. Það eru einhver ótrúlega rólegar sem þeir eru. Það belgja sig út af orkuríkum plöntuhlutum túnana sem eru einmitt reglulega endurræktuð vegna þess að við höfum kúabú í fullum rekstri á svæðinu. Og hvað betra heldur en orkuríka vallafossgrasið þegar þarf að beita öllum ráðum til þess að fita sig hratt og örugglega á farfluginu vestur til Grænlands eða leiðinni tilbaka. Þessi áningarstaður væri ekki svona hentugur fyrir blesurnar nema vegna þess að nýta það landi til fóðurframleiðslu og því eru túnin endurræktuð mjög reglulega. Ég segi það ekki, við erum ekkert sérstaklega ánægð með þær alla daga þegar við étum upp all bestu grösin, það þarf að endurrækta miklu oftar, en þær kunna að velja það besta, blessaðar, þær vitað hvað gott. Brandendur eru annað dæmi fugla sem þurfa að vera í nábýli við okkur fólkið og okkar mannvirki. Þær sækja inn í hús, undir palla, gáma og þess háttar. Því það forsenda fyrir möguleikum þeirra til að nema ný svæði að þær hafi einhver slík mannvirki til að leita vatns í. Þessi hnoðrar sem við sjáum hérna á myndinni, þeir skriðu úr eggjum í húsum mínum núna síðasta sumar og þetta gott dæmi hvernig leita inn í hús. Brandendurnar þær hafa dreift sig mjög hratt svæði á síðustu 20 árum og gaman að heyra hvernig bændurnir á svæðinu ræða saman á vorin hvort að brandundi sé komin, hvað eru mörg böður á þínu bæ, hvar verpa þær og svo framvegis og framvegis. Við höfum einlægan áhuga á þessum fallegu fuglum okkar.
Mín fuglaskoðun felst ekki í því að fara í fuglaskoðunarferðir, heldur tek ég eftir þeim og háttalagi þeirra leið og ég sinni búverkum. Ég get sagt ykkur alveg nákvæmlega hvernig þessi kettling sem átti þessa unga, hvernig hún hagar sér og hvernig ég aðgreini hana frá öðrum kettlingum sem eru með hreiður á mínum húsum, þær eru allnokkrar. En að ég gefi mig tíma til að fara í sérstakar fuglaskoðunarferðir og nota heil og hálfu dagana í fuglaskoðun og gera ekkert annað, ekki séns, glæta. Það engin tími til þess, en ég hins vegar fylgist mjög vel með þeim. Á Hvanneyri þá búum við svo vel að á hluta jarðarinnar tvöföld verndun. Þar sem gamla bæjartorfan með sinni heilstæðu húsaskipan frá byrjun 20. aldar, auk jarðræktarminja, hefur verið friðuð frá 2015 og var þetta fyrsta byggðaheildin af þessum toga sem þessi friðun nær yfir. Þetta enn ein sönnun þess að verndun af ýmsum toga getur átt samleið með landbúnaði og þetta getur hæglega farið saman. Og þess má geta í einu af þessum húsum sem þarna eru friðuð, þá verður opnuð gestastofa fyrir friðland fugla á næstu vikum. Þessi dæmi úr Andakílnum eiga að vera til eftirbreytni víðar en landið. Heimafólk á hverjum stað mikilvægur vörsluaðili umhverfisins. Þetta fólk hefur alveg gríðarlega þekkingu á sínu næsta umhverfi, tekur eftir breytingum sem verða á því, til dæmis fjölda fugla, hvenær fuglar koma og fara, breytingar í gróðurfari, rennsli áa, fiskgeng, straumum og svo framvegis. Og það vegna þess að landbúnaður stundaður vítt og breytt landið sem við höfum allt þetta fólk þar sem ber einmitt hag náttúrunnar fyrir brjósti. Virkjum þetta fólk, sækjum þekkingu til þess á markvissan hátt og komum á samtali milli þess og vísindafólksins. Þannig fáum við miklu breiðari þekkingu, tökum fyrr eftir ferlum í náttúrunni og getum vonandi fyrr gripið inn í þegar koma fram neikvæðar afleiðingar og komið í veg fyrir þær. Vanmetum ekki það sem þessi hópur hefur fram að færa. Nýtum einnig staðkunnugt heimafólk, til dæmis í leiðsögn með ferðamönnum á friðlýstum svæðum. Það getur skapað því aukatekjur og gert því fólki frekar kleift að framflytja sér í hinum dreifðu byggðum. Fyrir utan það hvað ferðamönnum finnst áhugavert að hitta venjulegt fólk, heimamenn, og eykur það enn meira á ánægju þeirra og geti þar talað bara af eigin þekkingu því að gestir sem koma í Landbúnaðarsafns Íslands á Hvanneyri, þeim finnst þetta merkilegt að hitta bara venjulegt heimafólk og það eykur þeirra upplifun. Með því að sýna þessu fólki sem býr vítt og breitt um landið virðingu og því að þau stundar þessa landbúnaði vítt og breitt, þá sýnum við því virðingu og þakklæti fyrir áhuga þess á umhverfinu og vekjum áhuga þess jafnframt til að gera ennþá betur. Og þannig fáum við ennþá fleiri sem eru vörslumenn náttúrunnar, þannig veitir svo sannarlega ekki af eins og höfum séð. Það því alveg ljóst að náttúruvernd og landbúnaður eiga samleið og eru í raun samtvinnuð. Í sameiningu getum við stutt hvert annað og komist betur af ef við vinnum saman að því markmiði að vernda náttúruna frekar en að líta á það sem samkeppni milli mismunandi greina. Samlegar áhrifin verða svo miklu meiri með samvinnunni, fáum ylinn eins og þessi lömb gerðu, orkuna, þekkinguna og stuðninginn frá öllum hinum og þannig náum við árangri. Takk fyrir.